Iðnaðarsalt hefur verið notað til matvælavinnslu hér á landi áratugum saman, segir forstjóri Ölgerðarinnar, en fyrirtækið hefur dreift í 13 ár. Hann segist harma þetta. Já, fyrst og fremst finnst okkur þetta afar leiðilegt. Þetta eru bara augljósleg mistök. Umbúðirnar eru vel merktar, þar kemur skýrt fram að saltið sé ætlað til iðnaðar, líkt og þetta merki hér gefur til kynna. Vissuð þetta ekki allan tímann? Nei, við gerum okkur ekki grein fyrir að þetta salt væri ekki vottað til matvælaframleiðslu. Sjálfsögðu gerum við okkur grein fyrir að þetta væri iðnaðarsalt, en við heldum að þetta væri til matvælaiðnaðar. Hvaða fyrirtæki hafa verið að nota þetta salt? Já, það var kannski nær að spyrja hverju hafa ekki gert það. Þetta salt hefur verið selt hérna áratugum saman, þannig að það hafa sennilega flest íslensk matvælafyrirtæki notað þetta salt. Geturðu nefnt nokkur? Nei, ekki hér. Og það voru fleiri sem brugðust. Það má segja að innra eftirlit fyrirtækjana, matvælafyrirtækjana, það bregst líka vegna þess að það á að kanna hvaða vörur eru í notkun. Og opinberar stofnanir brugðust hlutverki sínu? Já, ég held að það er líka að segja það vegna þess að þetta er ansi langur tími. Braut Ölgerðin lög? Og ég held að segja það sé að fyrirtækið hafi ekki stundað þá árverkni sem er nauðsynleg þegar að verið er að kaupa inn og selja vörur til matvælaframleiðslu. Þegar löggjöfin segir við eigum að stunda góða framleiðsluhætti og tryggja öryggi matvæla, þá hefur það ekki verið gert í þessu tilviki.